Komið nú sæl og blessuð. Þá erum við mætt bara hér einu sinni enn maður. Og það er nú aldrei skaman. Við stakkur upp. Það við sjáum að klukkan tifar á okkur og okkur ekki til setun á boðið því við þurfum að spjalla svolítið saman ákveðið mál. Hér vatnið okkar. En hvað sé ég? Það búið að breyta alltaf einu sinni. Hvernig er það? Hvaða glögg er þetta þarna baka okkur? Allir sjáumst innum hann og kannski út hann líka. Og ég held að þannig sé nú yfirleitt glugga. En hér opnið okkar, eina og sanna. Það klikkar eiginlega aldrei. En maður er svo mikill klaufi, maður er svo fljótvar og stundum slekkum maður bara á því. Í stað þess að þá bara loga, þá kikir maður kertum á og þá er maður ofljótur að slekka á og þá þarf maður að gera allt aftur. Þannig að þegar við erum að tala svona hálfgerða flámælsku í dag, þá er auðvitað að skilja okkur. En Guðsmaður á að tala skýrt. Hann á að tala skorinort og hann á umfram allt að tala, hvað? Eins og Drottinn leggur honum í munn að segja. Það eru skildu kvaðirnar sem að Guðsmaðurinn hefur. Svo fyrir utan það náttúrulega að vera ágætis maður, vera heiðarleg ærleg manneskja og segja sannleika. Og aldrei að draga taum nokkurs manns sem ekki að gera rétt. Því að ef þú gerir það, þá ertu nú bara, kæri vinur minn, orðin samsökur í bullinu hans eða hennar. Ég held að Drottinn sé ekki hrifinn af því að þú sért í bulli miklu og ég held að þér líði sjálfum og sjálfur ekkert vel ef svo er í gangi með þig. Hvort sem þú ert herra eða frú, dama eða, maður, eða ekki, þú ert svoleiðis. Þess vegna erum við á þeim stað sem við erum á, því að við viljum að Drottinn fái reynlega að kenna okkur. Það að reyna að finna á milli í kjartana, ekki einhvern veginn svona. Það verður að líta allt vel út hjá okkur, sko. Það er málið, en ekki. Ég segi það sé svona málið, svona eitt málið. Aðalmálið þetta er að það sem við erum að gera hér, það standist kröfur hverra, þinnar og þetta fyrst og fremst Guðs. En það er ekki áhyggjefnið í sjálfu sér, strangt til tekið er það ekki áhyggjefnið. Þetta ekki hroki að segja þetta? Hvað er ekki hroki hjá þér, minn kæri vinnur? Það er ekki hroki að segja þetta vegna þess að við viljum standa okkur með Guð yfir okkur, af því við vitum að Guð er yfir og við viljum hafa hann bara með okkur. Við vitum alveg hvernig við höfum hann með okkur. Við förum rétt með orð Guðs og við erum að stúdera orð Guðs af því við viljum fara rétt með orð Guðs. Flókið? Ég veit það ekki. Ég veit ekki hvað er flókið fyrir sumu fólki, en það er ekki fyrir mig flókið. Ég veist þetta bara eins eðlilegt og rétt eins og þess að þeir eru 4 og þess að þeir eru 6 og svo framvegis. Við getum alveg verið með allt á hreinu. En við þurfum að vera þá þar staðsett að þetta sé gerlegt. Og að því að við viljum standa okkur í stykkinu, ég veit að þú vilt það líka, þá erum við upptekið svolítið af orði Guðs, eins og við erum alltaf að benda á hér. Og þetta er það sem ég varð áskynja bara strax fyrsta dag og ég frelsaði. Og ég skilaði betur síðan hvað Drottinn átti við þegar hann sagði við mig að orðið verður að ganga út. Ég man alltaf eftir þessu. Ég frelsaðist, svo kom hitt bara alveg í kjölfarið, bara eins og vindur sem sagði við mig orðið mitt þarf að ganga út. Já. Og í dag segi ég, orð Guðs er í raunu grunnur og meira grunnur allra annara grunna. Þú getur ekki lagt neitt grunn nema það sem orðið ákveður að sé. Ég get ekkert breytt því.
Og þetta vill ég ekkert breyta því og að hverju, ekki er ég Guð. Ég er bara konni úr Hafnarfirði. Jafn ómögulegur eða ómögulegur og þú og allir aðri menn, ómögulegur. Ég segi það svona innan gæsalappa. Enginn af okkur er í sjálfu sér neitt ómögulegur. En allir, hvort sem það er ég að þú getum gert betur sem er allt annað mál. Og það er einmitt markmiðið með svona þætti og öðrum þáttu sem fjalla orð Guðs og eru uppbyggjandi og hvetjandi þættir, að við verðum aðeins skárri eftir daginn í dag í Guði heldur en við vorum í gær og áður en við vöknuðum í morgun. Þetta er markmiðið. Eilítið í dag og eilítið á hverjum degi eftir 30 ár. Hvað allir bitarnir sé orðnir margir og hvað allir þeir mælist orðið hátt? Ég veit það ekki. Því ég hef aldrei mælt það. En ég veit það bara, ef þú gerir þetta svona, þá kemur hænufettið til þín sem vöxtur í trunni og það er það sem við eigum að keppa eftir. Það er þetta hænufett, lítið, smátt í einu. Biti sem við fáum og vinnum meira með og svo förum við að skilja hann. Ég tek eftir því til að mynda með kennslur sem maður er náttúrulega búin að fara á allmargar í gegnum áratugina, að auðvitað hefur maður ekkert skilið allt. En ég er hættur að pæli því hvort ég skilji ekki, því ég veit hvernig þetta virkar. Að kennslan hún fer í hjartað, guðuleg kennsla, fer í hjartað, þetta er leyndardómur og bakvið allt þetta mál sem við erum að tala hér og það fer í hjartað, svo vinnst það á þeim hraða sem hver Guð einn setur á þetta dæmi. Þess að segi ég það, ég hef engar áhyggjur orðið af ræðum og predikunum og því sem ég er að hlusta á, hvort ég skilja það ekki því ég veit hvernig þetta er. Og við þurfum að vita þetta, því að þá er okkur miklu sjaldan við hrösun hætt þegar við skiljum þessa hluti og einn skilningurinn er að ræðan kemur, hún fer í hjartað og svo vinnur drottinn úr því sem þar er í rólegheitunum, bita fyrir bita. Þannig við þurfum ekki að hafa neinar ágjur af þessu, en við þurfum að gera eitt, við þurfum að mæta á þessar stundir og við þurfum að vera það sem orðið er kennt. Þá fáum við það sem að hjartað vill fá og þráir, trúarhjartað, við erum að tala um það núna, og eins er með orðið. Þú þarft að lesa það sjálfur, það er eitt af því sem ég hef lært. Ég hef oft vitnað það í gegnum tíðina og þetta er sannleikur, að ég heldi mér í orðið, mánuðum vikum, ég bara mann ekki hvað það var langur tími, mér fannst þetta aldrei alltaf að líða. Og ég las, ég var nú í gamla testinu, ég var í gamla testinu, þá kunni ég ekkert að lesa Biblíuna, ég bara byrja á blaðsíðu 1 og eins og það hefur þú aldrei gert. En það gerði ég og það er Mósebækurnar og fyrir suma er þetta nú ekki kannski skemmtilegasta lesningin, en þú ert ekki að lesa Biblíuna til þess að skemmta þig. Þú ert að lesa Biblíuna vegna þess að þú vilt fræðast upp úr Biblíunni og þú vilt skilja hvað þetta fjallar allt saman. Og núna veistu, núna segiru, fullum fetum, þetta er grunnana og ekkert minna heldur en það. Og ég sem sagt fer í Biblíuna og vissi eiginlega ekkert Biblíuna þá og þetta var Biblían og ég kann að lesa bók og ég veit að maður byrjar á blaðsíðu 1 þegar maður les venjulega bækur. Og ég byrja. Í upphafi skapaði Guð himinn og jörð, en jörðin var þó auð og tóm og myrkur grúði yfir djúpinu og Guðs andi sveif yfir vötnunum. Þá sagði Guð, verði ljós, og það var ljós. Og Guð sá að ljósið var gott og Guð greindi ljósið frá myrkrinu. Og Guð kallaði ljósið dag og myrkrið kallaði nótt og það var kvöld og það var morgun hinn fyrsti dagur. Greindi ljósið frá myrkrinu. Er það ekki það sem Kristur gerir? Þannig að frelsar þig, að þá greinir hann ljósið frá myrkrinu, hafa þetta hér eða ekki, hafa þetta á milli, eða ekki alveg upp á punkt og prikk, svona. Hann þetta greindi ljósið frá myrkrinu og þú ert þetta ljós, varst einu sinni myrkrinu út á þenni ljós að því drottinn miskunnaði sig yfir og hann gaf þér trú. Hér er orðið,
Hér er bókin, þetta er reyndar sitt hvor þýðingi, þessi er frá 23 en þetta er 2007. En ég var að sýna ykkur það hvernig ég las þetta, af því ég vissi ekkert hvernig maður les Biblíuna. Núna veit ég að maður les ekkert Biblíuna endilega svona, maður les hana bara því þegar Biblían er 66 bækur og hver bók er bara sjálfstæð eining og þannig er Biblían sett saman með alveg sérstökum hætti, þetta sérstakt verk sem hvergi annars stöðri til nema í hjarta Drottins. Og hann varðveitir þessa bók alveg eins og sjáaldur augna sinna. Þetta er það sem hann varðveitir umfram allt annað, því að þetta er grunnurinn sem allt annað kirkjuleg starf skal byggja á. Þannig að þú getur rétt ímyndað hvort hann standi ekki vörð þetta. Það finnst mér alveg liggja í augum upp eða hann gerir. Hann þarf ekki mig endilega til þess að benda á þetta getur verið svona. Og svo kannski gerir maður allt vitlaust með því sem maður er að segja. Ég segi bara í dag, Drottinn sér þetta, hvað er þið að eitthvað hafa áhyggjur af þessu? Ég hef engar áhyggjur af þessu og kannski gerir þetta eitthvað hneykslar, ég bara veit það ekki. Ég veit ekki hvað hneykslar fólk og hvað fólk tekur fagnandi. Ég veit það ekki, þetta er það sem að Drottinn hefur sýnt mér og ég tala það sem hann er að segja mér. Gerðu það stama við okkur hinn, segðu okkur það sem hann er að segja við þig, því að það skal vera rétt. Og ég semst að var að lesa Biblíuna, að því með hungraði Biblíuna, Drottinn svona seinna, maður sér þetta allt seinna, sá ég að hann var að setja mig aðstæður. Aðstæður það sem að ég auðvitað eftir á að higgja var hann að sýna mig hvernig ég ætti að akta og hegða mér. Og það var merkilegt maður. Ég er ekki að biðja þetta fyrir því þetta voru hræðilegi tíma. En gáðu alveg rosalega uppskeru. Ég byrjaði á þann að lesa upp úr orði Guðs, blaðsíðu kafla 1, og svo held ég bara áfram. Ég held ég hafi klárað allar Mósebækurnar í þessari hrikalegu törn sem ég tók, þegar ég var að lesa klukkutímum saman á hverjum degi, og ykkur að segja, elskuðu vinir mínir, þá mann ég ekki hversu langur tíminn var, en mér fannst þetta standa bara í mánuði, en kannski er það nú ekki alveg rétt hjá mér, en allavega nokkra vikur, því get ég lofað. Og ég lá yfir þessu, þangað til ég vaknaði á morgnana auðvitað, sem ég ger alltaf, og þá byrjaði þessi vanlíðan mín að hvolfast yfir mig, alltaf þegar ég vaknaði. Og ég var farin að sjá það að til þess að losna við hana, þá var eina ráði sem ég hafði, það var að lesa orð Guðs. Ég var ekkert að skilja hvað hann var að gera eða af hverju þetta var svona. En ég sé það núna og auðvitað skunda ég aftur til þess tíma þegar Drottinn sagði við mig að orðið þarf að ganga út. Og auðvitað ætlaði mér eitthvað hlutverk þar með þetta orð sem ætti að ganga út og til þess að það gæti nú gerst, tökum þetta bara eins og þetta, þá varð ég náttúrulega eiga til eitthvað orð í hjarta mínu. Þetta þurfti að komast þangað og ég las og það fór þangað. Ég skildi þetta ekki þá og pældi ekki í þessu þá. Það var ekki til löngu seinna sem að þetta allt saman líkst upp fyrir mér hvað var í gangi. Hann ætlaði mér hlutverk og hann ætlar þér hlutverk, en hefur hann að fengið að undirbúa þig undir þitt hlutverk. Ég veit það ekki, því ég veit ekki hvernig hann vinnur með menn, ég veit hvernig hann vinnur með mig og vann með mig og ég er að tala um það hvað hann gerði fyrir mig og í mér. Hann setti mig í þær kringumstæður þar sem að orðið var eina lausnin sem ég hafði út úr þessari þvælu sem að var þá að veltast upp úr og veltast í. Og ég var líka að minna ykkur á það að ég vissi ekkert hvernig maður les Biblíuna. Ég veit bara hvernig maður les bækur, Kiljan eða hvaða bækur sem þá byrjar maður að blaðsíðu 1. En ég veit núna að þannig les maður ekki Biblíuna. Eins og vorum að tala líka á það, þá er samastendur hún að 66 árum bókum. Þannig að það er ekki alveg saman að jafna, en allt er þetta samt gott og gilt því að Drottinn er bara, það er ekki nokkulega að sjá þetta, það er allt öfugt í myndavélinni. En Drottinn alltaf veit alveg hvað hann er að gera og hann sagði við mig, seinna, ég segi það bara núna, bara lestu þetta og þú verður að fá þetta í þig. Þegar hvað ætlar að vinna með ef þú átt ekki til neitt orð í hjartanu þínu?
nákvæmlega það vinnst þetta allt saman, út munn kemur guðlegar setningar hver á eftir annari. Og þetta eitt af því sem að ég marg oft reynd og ég veit og tel mig vita að sama gildi þig, að þú ert að fá í ræðu orð sem að þú veist að þú einhvern tímann last sem segir við þig, hei, það í hjartaðinu. Í hvaða hjarta hann að tala? Hann að tala trúa hjarta. Ekki hjarta sem að dæli blóðinu fyrir líkamann, svo hann lifi. Þetta annað hjarta, þetta svolítið leyndardómur að vera í þessari trú. Svo mikill leyndardómur. Og maður aldeilis ekkert að skilja allt sem þar á sér stað. En ef að Guð vill, þá kemur hann með skýringuna og skilningin alltaf kannski löngu seinna. Sjaldnast fær maður útskýringuna strax, en það getur alveg gerst, það getur allt gerst. En kannski oftar fær maður hana löngu seinna. Það allt í lagi, aðalatriðið að maður fái útskýringu og maður viti og fatti hvernig þetta virkar. Og það gerist bara með reynslunni. Og það eru menn misjafnir, vegna þeir eru misjafnlega áhugasamir og ákafir í að fá það sem drottin með handaði. Ég verð að vera ákafur og ég verð að vera hungraður eftir þessu. Ég verð að sækja í þetta, ég verð að leitast eftir þessu og ég verð að knýja á til þess að fá þetta. Og Guð hefur nú gefið mér svolítið þessu og ég heldur ekki einn það að ég þekki marga sem á þessum stað. Hafa alltaf verið hungraðir eftir orðinu, hafa alltaf verið ákafir í að vita meira og ganga fram í sinni trú og umfram alltaf þetta að bera trúna til annara mann og kvenna til þess að þeir eignist það sama. Og það einmitt lykillinn og leyndardómurinn á bak við trúboð að maður og kona sem þar að boða, hún gerir það í þeirri von 1 og 2 og 3 og kannski fái eða hvernig sem að þeir komist til frelsið. Og hvað frelsi? Það að draga menn frá dauðanum til lífsi. Það frelsi sem við erum að tala um. Og drottin opnar á þetta trúar hjarta, fyllir það heilugum anda, byrjar alltaf á því. Og við erum náttúrulega blank og blöyt og bak við eyrun og skiljum ekki upp við það niður hvað í gangi. Nema það, við föttum það strax að við tilheyrum orðið Guði. Ég man alltaf eftir því þegar ég frelsaði þá lögstu fyrir mig strax að það væri til Guð. Já, það til Guð og þessi vitneski hefur aldrei vikið frá mér og til dagsins í dag og þetta var 89 og í dag 2023 og þannig að reiknaðu árin þarna á milli. Aldrei falli niður dagur hjá mér í þessari lofgjörð til drottins að hann sé það sem hann Ég veit ekki hvað þú sérð og ég fyrir margt löngu hættir að pæla í því hvað aðri sjá en þetta það sem að ég veit og þetta það sem ég að segja þér og ég að segja þér sanning og ég kalla drotti mér til vitnis það að svo Og Guð forði okkur, hvort sem það ég eða þú, að við séum að tala annað en það sem hefur gerst í okkar lífi í Jesú nafni. Eins og við vorum líka að tala við vitum ekki hvernig fólk tekur einu eða neinu. Það ekki hægt að spá í það. En það á ekki að hindra okkur í að gera það sem Guð að bjóða og boða. Við erum bara Guðs fólk, við erum dáin sjálfu okkur, já, dáin sjálfu okkur mjög merkilegur boðskapur og mikill leyndardómur á bakvið það að vera dáin sjálfum sér. Og hvað að vera dáin sjálfum sér? Þú ferð bara hvernig sem árar og ástandi á þér. Þá ferðu. Þið líður illa. Út alveg svoleiðis gegnum spældur og full yfir ykkur sem ykkur sagði. En þú fær kall og þú ferð. Hvernig sem ástandi á þér akkurri. Af því þú dáin sjálfum þér. Þess vegna gerist það. Ef þú værir ekki dáin sjálfum þér, þá eru 99% líkur á að þú myndir ekki fara. Þú myndir gefa eftir og þú myndir setjast svo slitti í stól, eða hvernig sem það Við þurfum að vera dáin sjálf okkur og við þurfum að skilja út á hvað allt gengur. Og þess vegna erum við líka að pæla í orðinu, grunnana. Já, grunnur grunnana óumbreytanlegur, hann bara grunnur grunna. Og þú getur byggt á þessum grunna til að byggja upp þína trú og að hún byggist upp rétt. Og það eitt líka sem drottin hefur prentað svolítið rækilega í mig,
þetta að ég ber sjálfur ábyrgð á minni trú. Það getur engin annar borið ábyrgð á trúni minni fyrir mig. Ég verð að gera þetta sjálfur og þetta hef ég svo sem aftátt sagt og ég margótt rekið mig á þetta, svona þetta, því að það ekkert allir bara hlaupað upp kálsmálið á manni og hrósandi manni fyrir það hvað maður standi sig vel. Það segir yfirleitt engin neitt og það allt í lagi, það þarf engin að segja neitt. Þess vegna þarf maður að vita sjálfur hvar maður stendur. Maður tala sannleika til því sjálfra sín þegar maður segir ég veit hvar ég stend. Og hvað sagði ekki Kristur? Ég veit hvaðan ég kom og ég veit hvert ég fer. Þetta er hugsunin á bakvið það sem ég að segja. Kristur vissi hvaðan hann kom og hann veit hvert hann fer. Ég kom úr syndinni en ég veit hvert ég fer til ríkis Guðs. Hann kom frá föðurnum. Hann kom ekki úr syndinni. Ég kom hins vegar úr syndinni og var þegin af syndinni og nú ég á leið til ríkis Guðs. Ég veit hvar ég stend. Þess vegna getur enginn rænt þessu frá mér og það bara kemur ekki til nokkra mála. Þú mátt segja hvað sem þú vilt en þú mátt aldrei ræna þessu frá mér. Aldrei. Því að þetta er mitt og í þetta mun ég halda báðum höndum og sleppa aldrei. Því það væri náttúrulega það heimskulegasta sem ég gerði og auðvitað líka þú ef að þú sleppir trúniðinni. Hvað þá? Þá ekkert eftir. Og hvað framundan? Hvað framundan hjá syndinni? Þú veist það. Þú ert á sömu leið. Þetta færðu nú sem ávist af því að hafa sleppt trúni ef þú hefur gert það. Ef að vitið þannig séð farið frá því með þeim hætti að þú sleppti trúni. Það ekkert eftir ef hún fer, ekki neitt. Í trúni þá ertu með allt. Allan pakkaninn sem hann leggur sig. Og hann er bara þinn. Og þú hefur næringu af þessum pakka, þess að þetta vex trúin hægt og bítandi og náttúrulega orðin stærri eftir 30 ár, heldur nú var þegar þú varst að byrja, þú varst að stíga inn og bleika skýið uppi. Það er til bleikt ský og þar svifum við í loftinu. En svo byrjaði alvaran. Og það er einmitt þessi átök sem við erum í, oft á tíðum. Það er þessi alvara af trúnni. Hver leyfir þetta? Guð leyfir þetta, veist akkur, hann vill að þú vaxir, hann vill að þú sjáir og hann vill að þú skiljir að það er synd í heiminum og þú ert í heiminum eins og hann er. En þú ert ekki af heiminum. Það er líka ákveðin boðskapu sem við þurfum að festa okkur í minni, að við erum ekki lengur af heiminum. Akkur höfum við þá okkur eins og við séum í heiminum, þegar ljóst er að við erum ekki lengur af heiminum. Sjáum ekki að það er verið að tala grafalvarlegan boðskap til okkar viss atriði, en erum við tilbúin til þess að taka við þeim, við þessum atriðum? Já, en erum við til í að fara eftir þeim? Já, en gerum við það? Ég veit það ekki. Sumir gera það og sumir gera það ekki, en við viljum þetta. Ég veit alveg hvað fólk vill, trú að fólk vill. En ég veit líka að það er ekki alltaf að gera það sem að trúin er að boða, sem er annað mál og þá kemur til kasta samfélagsins, kennslunar og hvatningarinnar að standast áhlaupið. Mér finnst stundum eins og við sem bara í því að vorkina hvort öðru. Ég ekki hann er alltaf í einhverju vesinni, það er alltaf að ráðast á þennan og svo framvegis og framvegis. Ég ekki að segja að það ekki ráðist á fólk. En ég vil ekki vera þar. Ég vil bara segja Drottinn blessi mig, Drottinn blessar mig, Drottinn gefur mig það sem ég þarf og standa þar. Svo segi ég líka, ég veit hvar ég stend. Og ég hef alltaf sagt þetta því ég vissi þetta mjög fljótt hvar ég stóð í Jesú nafni. Og ég hef oft sagt það og segja það enn að ég hef svo sannarlega þurft á þeim boðskap að halda fyrir mína parta. Ég talaði þetta fyrir mína parta í trúnni vegna þess að ég get ekki talað þína parta því ég veit ekki nákvæmlega hverju þeir eru. En ef þú vilt segja mér það, þá getur verið fróðlegt svo sem að heyra það. En ég tala út frá mínum pörtum, minni reynslu, minni upplifun og því sem Drottinn hefur gert fyrir mig. Ég veit hvert ég fer, hvaðan ég kom og ég veit hvert ég fer. Ég kom úr syndinni, ég veit það og ég er núna á leiðinni til Guðs, alveg svo Jesús á sínu tíma. Hann kom ekki úr syndinni sem við vorum að tala um áðan, hann kom úr ríki Guðs, dýrðaríki Guðs og er núna þar komið þangað aftur. Ég var ekki þar, ég var í syndinni, ég kom inn í Guð, dýrðaríki Guðs og ég ætla að klára það mál
með þeim stæl sem að drottning gefur. Þessin er ég að lofa hann og þessin er ég að ákalla hann og þessin er ég að reyna að sinna minni köllun eins og ég kann og get. Og ég get hvattið til sama. Því að þetta er eitthvað kvöð hjá mér, kvöð, ég veit ekki hvort það er kvöð, en ef það er kvöð, þá skal ég samt gera hana. Af hverju? Ætla þessi ekki vegna þess að ég er dáinn sjálfum mér. Við verðum að vera dáinn sjálfum okkur til að við getum gert það sem drottin er að boða. Og ég veit að margir eru það. Ég veit að margir eru með alveg upp á punkt og prikk hvað hér er verið að vera að fjalla um. Upp á punkt og prikk. Annað er síðan hvort að menn geri kennsluna. Það er alltaf svona átakasvæði bara fyrir hvern og einn. Ég hef ekkert um það að segja hvað þú gerir við þessa kennslu. Bara ekkert um það að segja. Frekar en þú þá kennslu sem ég er að nema af munni annara mann og kvenna. Ég fengi góða kennslur í gegnum tíðina og fullt af góður í kennslu í gegnum tíðina og ég get lofa þér því að þetta er alltaf mann unnið til góðs og mun áfram gera. Af hverju? Að þetta er góðum grunni. Að grunna. Biblíunni. Þaðan kemur þetta. Þaðan er þetta. Þetta er það sem við erum að boða. Er þetta eitthvað torskilið? Nei, ég held ekki. Ég held að það sé ekki torskilið. Við erum komin í harmljóðin. Og harmljóðin eru ekki mjög mörg. Já, þau eru bara fá frekar. Þau eru 5 eða ekki? Jú, harmljóðin eru 5. En eins og allt annað Guðs orð er að hraðið visku og meiningu frá hæðum drottins. Þannig að það má alveg mæla með því að menn tilengi sér svolítið harmljóðin og öll þessi ljóð og alla þessar setningar sem bæði gamla og nýja testamentið geymir og þó maður hveiti menn þetta fyrst og fremst til þess að lesa nýja testamentið því að Kristur kom niður með nýja testamentið. Takk til því. Hann uppfyllti með verkum sínum gamla sáttmála, gamla testamentið og kom svo inn með nýja sáttmála sem að við okkur er gert að fylgja og læra af og vera undir. Því við erum undir honum, ekki lögmáli gyðinga. Það er búið uppfylla það, en við aftur á móti konur undan því, við þurfum ekki að vera þar, en við þurfum að vera þá í því sem að drottin er að boða í nýja testamentinu. Þannig að ég er svona nýja testamentis kall og hef alltaf verið, alveg frá því ég byrjaði, að trúa og grafast fyrir hvað innihald biblíuna væri. En auðvitað styð ég alveg gamla testamenti því að það er fullt af gullvægum setningu sem að nýtist bæði mér og öllu öðru fólki. Það er ekki málið, enda Guðs orð, tala af örum Guðs og eða spámanna Guðs að stofni til. Já, hér er 4. kafli harmljóðana og í 1. versi hljómar þetta svona. Hversu blakt er gullið orðið, umbreyttu málmurinn dýri, helgu steinum er sóað, á öllum gatnamótum. Dýrmætir synir í Síonar voru jafnvægir skýra gulli, nú er þeir lagðir að jöfnu við leirkér, handverk leirkera smiðs. Þess að trúaði maður, hann er einhvern veginn kominn til hliðar. Í augum fólksins, þetta er bara eins og hver annar leirkera smiður, þetta er verðlaust dót sem þeir að gera þessi menn, eitthvað í þeim dúr, gæti þetta verið svona meiningin bak við þetta. Og þetta er einmitt það sem alltaf er að gera. Við erum alltaf að taka upp einhverja nýjar kenningar og stefnur sem umfram allt reynir að ýta trúnni út. En trúnni verður ekki ýtt út. Það er ekki hægt að ýta trúnni út. Það hefur maður lært. Og þetta er að sjá betur eftir því sem árin færast yfir og hefur auðvitað séð betur og betur eftir því sem árin færast yfir. Og það er nú bara þannig. En samt heldur maður áfram að tala og fræða sig til þess að byggjast upp í trúnni. Af grunni grunnana. Takk til því. Grunni grunnana. Þetta er grunnur grunnana. Grunnur grunnana.
Áttaðu þig á því. Þetta er það sem að Drottinn er engum og sérlega að standa vörðum. Því ef grunnurinn brestur, hvað er þá eftir? Ég segðu mig það, þá er ekkert eftir. Fyrir okkur til að byggja eitt eða neitt á. Þetta er það sem hann er að standa vörðum. Það hefur hann sýnt mér og ég samfærist æ betur það að svona er þetta. Þannig ég er rólegur yfir til að mynda orði Guðs. Og ég tek ekki þátt í umræðin það að þetta ekki vera svona þarna vegna þess að einhver önnur þýðing er svona. Ég bara nenni ekki að standa í því, mér finnst þetta að vera tíma sóun. Ég bara horfið til Guðs, hann er minn herra, hann dó fyrir mig og akkur skildi hann ekki hafa grunnanlega í lagi þá fyrir þennan einstakling. Þá hann gerir það. Þannig við getum alveg verið róleg. En ef þú vilt hafa áhyggjur þá endilega hafa það en ég segi vertu bara rólegur og róleg. Þetta mun allt fara vel. Það er Drottinn vakir, hann er vakandi, hann er ekki svo ég sem stundum er nenni þess ekki og svo framvegis, hann er ekki svoleið. Og við getum þakkað fyrir það, hann er ekki ég. Og hann er ekki þú, hann er Guð almáttugur. Grunnana sem að bjó hann til. Og það kvikar ekkert frá því sem hann gerði, af því það er fullkomið. Hann viðurkennir að þetta er fullkomið. Með öðrum orðum þetta verður ekkert betrumbætt. Þetta er endanlegt svar til okkar að nota þetta eins og þetta er. Grunna. Mér finnst það gott orð. Mér finnst það orð sem að segir heilmargt hvernig þetta er. En mitt er síðan að nema og læra og fatta hvað þetta snýst. Og þess vegna er maður að gera það sem maður er að gera. Maður er að byggja sig upp í Jesú nafni til þess að skilja og fatta betur hvað er að vera. Við þurfum að vita hvað er að vera. Það er svo margt sem er í gangi í dag. Halló, bara nefndu það sem er ekki í gangi. En hvað að þessu er guðlegt? Hvað að þessu er að vísa og etja mönnum út í Guðs verk? Fæst, en það er auðvitað til því að Guðs orð gengur alltaf með. En núna kannski er það í láginni. Ég veit reyndar ekkert það kannski, en það hefur oft verið í láginni og láginni ef það er núna í láginni. En það hefur alltaf risið upp á milli. Akkurju? Það er Drottinn blæs eld í glæðurnar og eldurinn kviknar og fólki rís upp. En svo kannski eftir árið að minna eitthvað tíma, þá er þetta aftur orðið glæður. Svona hefur þetta verið upp og niður. En Drottinn gefst ekki döð. Þannig að hann á til menn eins og mig og þig og okkur sem eldurinn alltaf logar í. Og við förum út með það sem við eigum og kveikjum í öðrum. Og það er blásið í glæður. Svona hefur þetta verið í gegnum tíðina. Það er ekki annars rétt hjá mig. Og þú veist held ég að þetta sé svona. Þetta er alveg rétt. Þessum erum við að nema upp úr orði Guðs að því viljum að það kenna okkur. Og ekkert minna heldur það kenna okkur. Við skulum núna, þetta er gömul þýðing, ég lesa hann nú reyndar ekki mikið, aldrei held ég. Má glugga þann síðan, bara glugga þann síðan. Við skulum lesa eitthvað það, rakkanni. Bara til að sjá hvernig þetta var þýtt þá og við höfum svo gaman að ég bera saman þýðingar. Það er ekki allt í lagi að bera saman þýðingar, það er ekki málið. Ég vil nú bara trúa því að orð Guðs sé bara orð Guðs. Postulasaga, hún er nú aldrei fallega maður. Hvar er að drepa niður fæti henni? Já, það er náttúrulega flott sagan þegar þeir voru í loftstofunni, ég finn það og lesi hana. Í þessari þýðingum, hún er síðan, sem fær nú alveg rétt með þetta, já, 23, segjum það bara, ég held að ég sé örugglega með það rétt. Við skulum sjá, Postulasaga, verða í öðrum kafla, ekki? Já, heldur þetta bara. Í öðrum kafla, Postulatónan, áður en við byrjum þá ætla ég ekki lítið á klukkuna, það er smá tím eftir. Það líður svo rætt, þess að tala í svona rætt, það verður að segja mikið á stöðnum tíma, þú veist það. Allaveg bara gengur út manni. Nei, ég leiði bara Guði að ráða þessu og hafa þetta eins og hann vill. Við veitum sjá. Við lesum annar kafla nokkuð vers, svona eftir í sem við okkur endist þolinmæði í þetta. Og nú var komin hvítasunudagurinn, voru þeir allir saman komnir á einum stað og skyndilega var gnýr af himni eins og aðdínandi sterkviðris
og fyllti allt húsið sem þeir sátu í. Og þeim birtust tungur eins og eldi væru, hvísluðust og settust og einn og hvern, sérhvern þeirra. Og þeir eru allir fullir af heilugum anda og tóku að tala öðrum tungum eins og andinn gaf þeim að mæla. Þarna mynd á tungutalinu, öðrum tungum. Ég held að þarna sé mynd af tungutalinu, en svo koma þeir á svalirnar og þá var stór fjöldi þar af mönnum og konum og þeir heyrðu sitt eigið móðurmál. En ég held að það sé ekki verið að tala um það þarna. Þannig að þeir hafa fengið þetta bæði að tala bara því máli sem að fólki fyrir utan talaði heima að þessum sölum. Svo tungutalið allt annað. Og þú kannski hefur tungutal og þá veist alveg hvað ég er að tala. En tungutal er gjöf, og svo tölum aðeins tungutal, þá hún gjöf, það er gjöf. Og ég er svo seinna fattað því ég er úr Hafnarfirði að ég var ekkert að pæla í þessu tungutali maður. Ég heyrði menn voru að tala tungutal og ég svona hafði enga skoðun á því, máttu gera þetta eða vildi, en ég þyrfti að nei takk, ég held ég þyrfti ekki. Og svo kemur predikari, erlendur predikari og hann býður öllum, hann er að tala um tungutal. Og hann býður öllum fram sem vildu tungutal og ég var þar. Og hann býður fyrir mér þetta tungutal og ég fann að gerðist eitthvað í hjartanum mínu. Og svo kemur tungutalmaður og ég fór að hlæja, mér var þetta svo fyndið. Og síðan hef ég haft tungutalið og ég þyl upp tungutal bara í tíma og ótíma í dag. Ég man alltaf því, mér var þetta fyndið mér og mér var þetta svo asnalegt að ég skildi tala tungum á mig. Ég gæti ekki annað að fara að hlæja. Það voru núna fyrstu viðbröðum, ég byrði drottinum að fyrirgefa mig það. En svona var þetta. En það kom eftir fyrirbæn, þetta er sérstakt gjöf. Þetta er eitthvað sem kemur. Alveg svo trúin er gjöf, hún kemur, hún var ekki, hún kemur. Samt eins er með margar þess að gjafi Guð, það er koma. Það eru gjafir utan að frá komandi gjafir. Með handar yfirlækningu þess ágæta yndislega bróðis að þá fékk ég tungutalið. Og það er ekki vikið frá mig síðan. Þannig að drottinn sendir fólk til okkar til að gera það sem hann vill að kannski að ég fengi. Og hann gerði allt þetta sem þurfti til að ég fengi þetta. Allavega fékk ég þetta þar og ég tala tungu síðan í 20 ár. Og mér skaman að tala tungum. En ég skil ekki tungutal. Það skilur engin tungutal. En stundum gefur drottinn einhverjum að útlista tungutal og þá kemur útlistunin. En sjaldan heyri ég útlistun en ég hef þetta þó heyrt útlistun. Það er þetta stór merkilegt, bara eins og allt annað sem Guð er að gera. Það er allt stór merkilegt sem Guð er að gera, það hefur maður komið stað. Og ég kann vel við það. Lesum hérna aðeins meira. Og svo setjum við bara punktinn og eftir. Þetta er að vera búið í dag hjá okkur. Og það er 16. kapli Jóhannes Guðspjalls sem hljómar svona frá með versi 1. Þetta hef ég talað til yðar svo að þér falli ekki frá. Þér munu gera yður samkundur ræk. Já, svo stund kemur að hver sem líflætur yður þykist veita Guði þjónustu. Þetta mun þeir gera því að þeir þekkja hvorki föðurinn né mig. Þetta hef ég talað til yðar til þess að þér minnist þess að ég sagði yður það þegar stund þeirra kemur. Nákvæmlega. Hann er undirbúið okkur. Og það er algjörlega á minni könnu að vera undir þessari kennslu, taka við þessari kennslu, gera henni að einhverju kosti fyrir mig eða ekki. Ég heyri og ég síðan tek ákvörðunum að láta þetta verða mér til góð skaggs eins og allt orð Guðs er ætlað að gera. Það er ætlað að vera okkur til góð skaggs, ekkert annað. En ég þarf að velja það. Nú ætla ég að kíka á klukkuna og tíminn er kominn og þá setjum ég þessa stöðu, snýr mér norður eða ekki. Það er alltaf best að standa upp í norður, þú veist það. Og ég kveð stend upp og verð hér aftur á vikuliðinni.